Jarðhiti ekki endurnýjanleg orkuauðlind svo neinu nemi, segir prófessor í jarðfræði. Afköst virkjana á Hellisheiði og Reykjanesi hafa minnkað vegna þess að farið var of geyst af staðið þær. Prófessor í jarðfræði segir Hengilssvæðið og Reykjanesskagann ofnýtt sem jarðhitasvæði. Jarðhiti sé ekki endurnýjanlegur svo nokkru nemi. Of geyst hafi verið farið í virkjanir á Hellisheiði og Reykjanesi. Gunnlaugur H. Jónsson, eðlisfræðingur og fyrrum starfsmaður Orkustofnunar, sagði í Speglinum í vikunni að verið væri að ofnýta jarðhitasvæði á Hengilssvæðinu og Reykjanesskaga. Fram kom í fréttum RÚV í vikunni að bora þarf eina holu á ári til að viðhalda afkastagetu Hellisheiðarvirkjunar. Prófessor í jarðfræði tekur undir orð Gunnlaugs. Gufan úr holunum, eða rennsli á gufunhólum, hefur minnkað með tímanum og það heldur áfram að minnka. Hvers vegna hefur þetta gerst? Svæðin eru, eins og ég sagði, ofnotuð. Það er tekið meira upp heldur en að rennur að. Hvorki Orkuveita Reykjavíkur né HS Orka hafi næga gufu til að fullnýta virkjanirnar á Hellisheiði og Reykjanesi. Ástæðan sé að farið var í mjög stórar virkjanir strax í upphafi, þó að þekkt sé að byggja í smátt fyrst og stækka þegar sést hvernig svæðið bregst við. Ef menn fara í svona stóra áfanga, fyrstu áfanga í að virkja á nýjum svæðum, þá eru menn að taka áhættu og núna er komið í ljós að þetta tókst ekki. Stefán segir að afkastageta háhitasvæðanna hafi verið metin með tölfræði áður en búið var að afla gagna svæðin sjálf. Nauðsynlegt sé eins og að skoða svæðin. Í huga Stefáns á nýting á heitu vatni til húshitunar að hafa forgang umfram raforkuframleiðslu. Já, það má ekki gleyma því og það er nánast liggur á borðinu að jarðhiti er ekki endurnýjanleg orkulind sem neinu nemur. Hún er endanleg.